Góðan daginn, bara gaman að sjá hvað þau eru mörg. Þið sáu að við vorum með nokkra stóla, bjuggumst ekki við mörgum, lítið búið að gerast þannig að við vorum ekki undirbúin greinilega. En velkomin. Ég ætla að fara yfir svona helstu þætti í uppgjörinu sem við birtum í gær og reyna síðan að svara spurningum ef einhverjar eru. Legg áherslu á þetta orð, reyna. En helstu upplýsingar úr uppgjörinu hjá okkur eru þær að rekstrarhagnaður ársins var 4.036 milljónir króna eða 5% af veltunni hjá okkur. Nú hagnaður á hlutir 3,46 krónur. Við erum með vörusölu upp á 80,5 milljarða, framleiði upp á 24,8, EBITDA upp á 6.024 milljónir. Heildareignir þarna upp á 30,1, handbært fé í lok árs 2.474 milljónir. Við erum með eigið fé upp á 17,4 og eigin fjár hlutfall upp á 57,8%. Nú, rekstrarreikningur hjá okkur, eins og áður sagði, við erum með veltu þarna upp á 80,5 milljarða króna, framleiði upp á 19 eða tæpa 20 milljarða, framleiða hlutfallið eins og áður sagði upp á 24,8%, það hækkar 0,4% á milli ára, voru með 20,4% árið á undan, söluaukningin 2,7%. Við erum þarna með aðrar tekjur upp á 256 milljónir, laun upp á 7.848 milljónir og þar erum við með 9,7% af veltu félagsins. Launin hækka þarna 9,6%, voru áður 7.162 milljónir og 9,1% af veltu, þannig að launahlutfallið að hækka hjá okkur. Nú annar rekstrarkostnaður 6.377 milljónir og þar erum við að lækka hlutfall á öðrum rekstrarkostnaði og það fyrst og fremst húsnæðiskostnaðurinn, það fer í 7,9%. Við erum með það 8,3% árið á undan og það að stæðstum hluta vegna lokunar á verslunum. Nú heildar kostnaðar hlutfallið 17,6% og að hækka 0,2%, var 17,4% árið á undan. Nú EBITDAn hjá okkur eins og áður sagði 6.024 milljónir króna og 7,5% af veltu félagsins, hafði verið 7,2% árið á undan. Við erum að bakfæra gjaldfærslu frá árinu á undan út af svokölluðu mjólkurmáli, þar sem við gjaldfærum skaðabætur. Hún upp á 265 milljónir í ár. Við erum með afskriftir upp á 1.225 milljónir. Þær hækka fyrst og fremst vegna lokunar á verslunum en síðan aðeins líka út af aukinni eign í fasteignum. Nú, við erum með hrein fjármagnsgjöld þarna upp á 23 milljónir. Hagnað fyrir tekjuskatt upp á 5.041 milljón, tekjuskatt upp á 1.005 milljónir. Þannig að heildarhagnaðurinn hjá okkur 4.036 milljónir eða 5% af veltu eins og áður sagði. Launakostnaðurinn hjá okkur, hann að fara upp, meðal annars vegna kjarasamninga og almennra hækkana. Það launaskrið. Og auk þess erum við með aukinn kostnað vegna þeirra verslana sem við höfum verið að loka. Við erum með ákveðnar skuldbindingar eftir lokun og höfum lagt áherslu á það að skilja við starfsfólki þannig að við getum lokað sómasamlega og í sátt. Þannig að við erum þar með viðbótarkostnað inni. En hækkunin á milli ára í takt við almennar hækkanir. En það alveg ljóst að við
það er aukin barátta vinnuafl sem að leiði til þess að þessi liður á uppleið hjá okkur. Nú þær svona breytingar sem eru, ef við tökum meðaltalsbreytingar á verðlagi og gengi, sem að hefur töluverð áhrif á okkar rekstur, að við erum með þessa veltuaukningu þarna upp á 2,7%. Vísitala neysluverðs, meðalverðsbreytingin á henni á þessu sama tímabili 1,66%. Án húsnæðis að þá lækkun á vísitölunni upp á 0,4% og síðan auðvitað veruleg styrking á íslensku krónunni á þessu tímabili, þar sem að meðaltalsbreytingin er styrking á krónunni upp á 9,5%. Þetta þýðir í rauninni að við erum með marga stóra vöruflokka þar sem við erum með magnaukningu, góða magnaukningu en bara veltuminnkun. Þannig að það eru færri krónur fyrir aukið magn, sem er kannski bara mjög eðlilegt. En á sama tíma og við erum með innlendar kostnaðarhækkanir eins og launakostnaða, þá auðvitað vegur þetta í sitt hvor áttina hjá okkur og er erfitt að takast á við. Nú, rétt til þess að hafa á einum stað svona það sem að hefur áhrif á reksturinn hjá okkur og það sem við erum að sýna í þessu uppgjöri er að við lokuðum Depinas-versluninni hér í byrjun janúar. Það ferli hófst í snemmsumars í fyrra og auðvitað reksturinn ekki eðlilegu frá þeim tíma. Á sama tíma erum við að undirbúa minnkun á Hagkaup hér í Smáralind og þar minnkuðum við verslunina 4.840 fermetra. Verslunin var alveg lokuð í 12 vikur en í aðdraganda lokunar að þá var búið að minnka verslunina verulega. Þannig að hún var svona á 60–80% afköstum þarna nokkra mánuði fyrir lokun. Nú við tókum það ákvörðun að loka matvöruhluta Hagkaups í Holtagörðum og það var gert í júlí. Outlet í Korputorgi lokaði í júní. Við lokuðum Glæsibæ, Útilíf Glæsibæ í nóvember og sameinuðum þá verslun, nýrri verslun hér í Smáralind sem við færðum og minnkuðum. Nú það voru 2 tískuvöruverslanir sem lokuðu og síðan lokuðu við Hagkaup Kringlunni núna í lok febrúar og það lokunarferli hófst strax að lokin jólavertíð. Þannig að við vorum með útsölu á, má segja, frá ársbyrjun. Nú, líka taldi ég rétt bara að setja þessar stærðir sem eru fækkun verslana eða fækkun verslunarfermetra sem við erum að nýta undir okkar rekstur. Og á rekstrarárinu sem var að ljúka þá erum við að loka verslunum eða minnka 18.400 fermetra. Við erum búin að taka ákvarðanir lokun tískuverslana þannig að það er fyrir sér minnkun núna í maí og í haust upp á viðbótar 940. Þannig að samtals í þessu ferli erum við þarna komið með rúmlega 19.000 fermetra á þessu rúma rekstrarári sem við erum að draga saman. Á móti erum við að fara í sókn í bónus á 2 lykilstöðum. Annars vegar í Kauptúni sem eru 522 fermetra stækkun. Í framhaldi mun ÁTVR opna þar við hliðina og við reiknum með að opna Kauptúnið nýtt og endurbætt núna á laugardaginn næsta. Og síðan erum við búin að endurnýja leigusamning í Smáratorgi þar sem við ætlum að endurgera búðina alveg frá grunni og opnum hana nýja og endurbætta í haust og hún verður þarna tæpum 700 fermetrum stærri heldur en sú verslun sem er fyrir. Nú, efnahagsreikningurinn hjá okkur, við erum með þarna eignir upp á 30,1 milljarð, þar að fasta fjármuni 18,8 milljarða, veltu fjármuni 11,2. Við erum með eigið fé upp á 17.412 milljónir króna. Við erum með vaxtaberandi skuldir samtals upp á 4,3 milljarða rúma. Skuldir samtals upp á 12,7 tæpa, þannig að eigið fé og skuldir eru þarna efnahagsreikningurinn 30,1 milljarður.
Sjóðstreymið, við erum með handbært fé frá rekstri upp á 5.823 króna, fjárfestingarhefingar upp á 3.410 milljónir. Við erum með fjármögnunarhefingar upp á 3.749 milljónir. Handbært fé lækkar á rekstrarárinu upp á 1.336 milljónir. Þannig að við erum með handbært fé í byrjun upp á 3.810 milljónir og í lok ársins eins og áður kom fram 2.474 milljónir. Nú, myndrænt að þá þetta í upphafi árs 3,8 milljarðar, handbært fé frá rekstri 5,8. Við erum með fjárfestingarhefingar upp á 3,4 milljarða. Stærsta fjárfestingin í Skeifunni, rúmar 1700 milljónir. Þar sem að við ætlum að færa bónusverslun og opna þar nýja og betri bónusverslun ásamt öðru sem að verður á því svæði, en það er rýmra heldur en ein bónusverslun sem að við keyptum. Nú, fjármögnunarhefingar eru þarna 3.749 milljónir, þar af erum við að greiða arð upp á tæpa 2 milljarða og keyptum eigin bréf þarna fyrir milljarð króna. Þannig að handbært fé eru 2,4 milljarðar. Nú, eigið fé í upphafi árs 16,3 milljarðar, hagnaður ársins eru 4 milljarðar rúmir. Við erum að greiða tæpa 2 í arð og 1 í kaup og eigin bréfum, þannig að við erum með þarna 17,4 milljarða í eigið fé í lok rekstrarársins. Nú, eiginfjárstaða félagsins hefur verið sterk og okkur hefur þótt það gott og að það hefur verið gagnrýnt af einhverjum hérna inni kannski. en við erum þarna með þessa 17,4 milljarða og eiginfjárhlutfalli 57,8%. Arðsemi eiginfjár góð á síðasta ári, 23,9%. Þannig að við erum mjög sátt við reksturinn eins og hann kom út. 2,7% söluaukning og ég held að það séu góður árangur með við þann rekstur sem við vorum með, þær breytingar sem við fórum í gegnum, styrkingu krónunnar og fleira. Þannig að við erum með söluaukningu í þessu umbreytingaferli. Þetta umbreytingaferli er ekki búið. Við erum núna í verkefni í Kringlunni þar sem við erum að færa verslun á eina hæð. Það hefur áhrif á reksturinn hjá okkur. Við erum að loka tískuverslunum og fleira, þannig að það er nýjar og endurbættar bónusbúðir. Þetta tekur á að svona hálf loka búðum eða loka í einhver tíma og byrja upp á nýtt. Þannig að við erum í þessu ferli og verðum lungað úr árinu. EBITDA félagsins, við erum að fara þarna í fyrsta sinn yfir 6 milljarða, förum í 7,5% af sölu og erum sátt með það. Nú, nettóvaxtaberandi skuldir eru þarna 1.279 milljónir í lok rekstrarársins eða 0,2 sinnum EBITDA. Og þið sjáu að skuldaaukningin hún er að vaxa verulega þarna á þessu milli ára, sko. En breytingarnar hjá okkur auðvitað er að skila sér í minni birgðabindingu og við erum með, eins og kemur fram í reikningnum, þá eru tæplega 500 milljón króna lækkun á sérvörubirgðum á meðan við erum aukningu í matvörubirgðum, þannig að við erum með 337 milljón króna birgðaminnkun á milli ára. Velturhraði birgðanna er meiri. Við erum með kvikari birgðir náttúrulega þegar við erum að minnka sérvöruhlutann í birgðunum og áhættu minni birgðir á okkar mati, þannig að við erum í betri stöðu eftir þessar breytingar hvað varðar birgðastöðu og velturhraða. Nú, framleiðin 24,8% og í þessu rekstrarumhverfi þá held ég að við séum nokkuð sátt með bara að geta varið okkar framleið. Það er aukin samkeppni og það eru fleiri valkostir sem okkar viðskiptavinir hafa. Við erum enn á þeim stað að vera að bjóða
lægsta verðið og teljum okkur vel stadda að geta varið framleiðina og sýnt hennar rekstur þrátt fyrir það samkeppnisumhverfi sem við erum að eiga við. Umræða líka styrkingu krónu og hvað að gerast fyrir okkar viðskiptavini. Við höfum sagt að við erum í langtímasambandi þar og viljum vera trúverðugir gagnvart okkar viðskiptavinum. Og ég held að þessi mynd sýni svo ekki verður villst að við erum að standa við þau orð. Og það kom fram í fréttatilkynningun okkar í gær að við erum að skila tilbaka ólögmætum gjöldum sem við fengum dæmt vegna tollkvóta sem við þurftum að borga fyrir. Það var 175 milljónir sem við skiluðum á síðasta ári, en við eigum enn í þeim sjóði og erum áfram að skila tilbaka. Nú, kostnaðarhlutfallið, eins og áður sagði, það fer í 17,6% úr 17,4% og það má segja svipað og það var 2012-13. Önnur samsetning. Það meiri spenna á vinnumarkaði, það alveg ljóst. Og þar fyrir utan erum við með aukinn kostnað vegna þeirra umbreytingaverkefna sem við erum búin að vera að standa í og erum með skuldbindingar umfram lokunardag í ákveðnum verslunum. Þar fyrir utan viljum við halda í lykilfólk eins og núna í breytingunni í Kringlunni að þar erum við með yfirmönnun tímabundið á meðan við erum að breyta því að það lykilfólk í deildum sem var lokað og opna ekki af fullu fyrir á haustmánuðum. Við höfum verið að fækka verslunum og erum komin niður í 52 verslanir. Það eru fyrst og fremst sérvöruverslanir sem voru að falla út á síðasta ári sem eru Glæsibær og Debenhams og tískuverslanir. Nú, ég hugsaði að það væri kannski forvitnilegt að því við höfum verið að tala fasteignir og fjárfestingar í fasteignum að við listuðum upp þær eignir sem eru í eigu félagsins. Þetta eru þær eignir sem við eigum sem eru þá rúmi 28.000 fermetrar. Á síðasta ári að þá eignuðust við Skeifuna 11 sem að við erum að undirbúa opnum bónus í og við reiknum með að hún verði tekjuberandi innan ekki svo langs tíma og við eignuðust einnig bónusverslunina í Faxafeni en við hugsum okkur að flytja þá verslun yfir í Skeifuna 11 þegar þar að kemur. Nú, stór fjárfesting hjá okkur á síðasta ári auðvitað var breytingin á Hagkaupi Smáralind og hún hefur tekist mjög vel. Við höfum náð að þétta búðina og auka sölu á fermetrar verulega. Við erum nánast að selja jafn mikið á þessu minna rými og við vorum að gera á þessum auka 4.800 fermetrum sem við vorum í. Það verður að hafa í huga að Smáralindin í umbreytingaferli, ekki síður heldur en við og samhliða okkur. Mollið núna hálflamað þangað til endinn opnar hérna aftur með H&M og það fylgja því ýmsar breytingar þannig að það eru of stór hluti af mollinu lokaður og í umbreytingaferli á þessum tíma en ég held hins vegar að þegar að því ferli lokið og ég myndi segja að það væri vonandi á haustmánuðum að þá þetta allt önnur verslunarmiðstöð. Nú norðurturnin að fyllast og umhverfið hér í kring náttúrulega gjörbreytt ef við horfum bara 3-4 ára aftur í tímann að þá held ég að frá og með haustinu að þá verði þetta allt annað mál. Nú, okkar verkefni sem núna framundan og í rauninni hafið breytingin á Hagkaupi Kringlunni. Þar erum við að fara á eina hæð í rauninni minkaverslunina helming og okkur líður bara mjög vel með það. Við erum með mynd hér úr Smáralindinni. Hér teikning af Kringlunni. Að við horfum á
í sjálfu sér vel heppnaða verslun hér niðri og ætlum að yfirfæra það yfir á Kringluna. Við teljum okkur geta boðið bæði betri þjónustu og betri verslun í þessu rými. Það sem við gerðum hér niðri og kom til með að gera líka í Kringlunni er það að minnka sérvöruhlutann. Þannig að við erum með hærri hlutfall í matvöru, snyrtivöru, við erum með sterka leikvangadeild og deildir sem eru sterkar hjá okkur, en við erum að minnka fatadeildirnar og þar er mest minnkurinn. En þessi verslun kemur til með að opna í október og við komum til með að þurfa að loka verslunna öllu leyti í 12 vikur eins og við gerðum hér í Smáralindinni. Nú, við ætlum að sækja fram með bónus eins og ég sagði áðan, annars vegar í Kauptúninu og við ætlum að vera þar með glæsilega verslun. Við teljum okkur hafa mjög margt að bjóða okkar viðskiptavinum eins og við höfum gert. Við erum að berjast fyrir þeirra hag á hverjum degi. Það er breytt samkeppnisumhverfi en ég held að við séum á þeim stað að við höfum margt að bjóða sem að aðrir hafa ekki og séum í þeirri stöðu að geta gert það betur heldur en aðrir. Á sama hátt teljum við með uppbyggingu á þessu svæði að það sé komið tími til þess að sækja fram hér með nýja og betri bónusverslun. Bónus hefur verið í Smáratorginu og staðið sér mjög vel þar. Það er góð búð. Hún er mikið notuð sem gerir það verkum að hún er orðin lúin og komin tími á að endurnýja hana og við erum þar að undirbúa stækkun og komum til með að opna þar nýja og stærri og betri búð í haust. Nú, síðan eru svona þessar fjárfestingar sem eru svona fyrir utan okkar verslunarfjárfestingar sem ég ætlaði aðeins að fara yfir. En við erum með heildarvirði í lyfjukaupunum upp á 6,7 milljarða. Þar erum við með hlutafjárvirðið upp á rétt tæpa 5 milljarða og við komum til með að greiða það með handbæru fé og lánsfé. Á sama hátt að þá er heildarvirðið í Ólís-kaupunum 15,1 til 16,1 milljarður og það ræðst af afkomu Ólís fyrir rekstrarárið 2017. Þannig að endalegt verð mun ekki verða ljóst fyrir en ársreikningur hefur verið kláraður fyrir árið 2017. Og þar munum við greiða með afhendingu á eigin bréfum og sem eru 111 milljónir hluta, handbæru fé og lánsfé. Nú samhliða þessu að þá festum við kaup á fasteignafélagi sem heitir DGVAF og á meðal annars fasteign Ellingsen út á Fiskislóð, lóð á Suðurlandi og þar er kaupverðið á hlutafénu 400 milljónir, heildarvirðið milljarður og 40 milljónir. Þetta er sagt með öllum þeim fyrirvörum sem eru enn í gangi. Við erum með samkeppniseftirlitið að vinna í lyfjumálinu. Við reiknum með að það verði niðurstaða fyrir lok júlí. Það er búið að aflétta fyrirvörum í lyfjumálinu en samkeppniseftirlitið á enn eftir að kveða upp sinn úrskurð. Ólís, þar á eftir að fara fram áreiðleikakannanir og samkeppniseftirlitið á eftir að fá það til umfjöllunar og miðað við reynslu okkar að lyfju að þá er þetta líklega full meðganga að vera með samrunatilkynningu, fara í áreiðleikakannanir og þó við séum samhliða að reyna að flýta ferli samkeppniseftirlitsins að þá hafa þeir fulla 6 mánuði nánast til þess að fara yfir málið. En við erum bjartsýn í báðum þessum málum og teljum augljóst að þetta fljúgi í gegn. Það er bara svoleiðis. Nú,
Það sem við erum með í höndunum í rauninni eru ársreikningar þessara félaga og þegar að við horfum á félögin saman þá erum við að reikna miða við sögulega reikninga að veltan verði 121 milljarður. Við erum þarna með framleiðu upp á 31 milljarð, EBITDA upp á 8.681 milljón. Skaðabæturnar eru þarna inni sem er ekki til langframa. En fjármagnsgjöld 645 milljónir. Það eru fjármagnskostnaðir eru auðvitað meiri inn í þeim félögum sem við erum að kaupa og vaxtaberandi skuldir. Við erum þarna með hagnað fyrir tekjuskatt upp á 6.418 milljónir og hagnaði eftir skatta upp á 5.148 milljónir. Þetta þýðir í rauninni að velta félagsins hún er að vera að flýta opnun H&M hérna, þið bara afsakið það. En það er 50% aukning á veltu. EBITDA félagsins hún er að hækka þarna miðað við þetta 2,7 milljarða eða 44% miðað við þessa sömu forsendur. EBITDA hlutfallið að fara úr 7,5% í 7,2% og þar kemur fram þarna eins og á þessum texta að EBITDA hlutfall olíu sé lægra heldur en okkar en lyfju hærra sem gerir það að verkum að við erum að fara í 7,2%. Nú ég setti efnahagsreikninga félagana og þar í rauninni efnahagsreikningur lyfju er 6,1 milljarður rúmur, þar af eigið fé upp á 3.171 milljón. Þar eru vaxtaberandi skuldir 1900 milljónir rúmlega. Á sama hátt að þá eru eignir Olís 14,9 milljarðar, þar af fastafjármunir 10,4, það eru meiri fastafjármunir þar inni. Eigið fé upp á 4,9 milljarða og síðan eru vaxtaberandi skuldir tæpir 7 milljarðar. Og miðað við að þetta gangi eftir að þá auðvitað erum við að taka þessar skuldir yfir. Samstaðan okkar eftir þessi kaup, gangi þau eftir með þeim hætti sem hér er, að þá eru við með eignir upp á 57 milljarða það bil. Við erum með eigið fé upp á 23 milljarða. Hlutaféð verður 1264 milljónir að nafnvirði eftir útgáfu nýra hluta. Eiginfjárhlutfallið 40% og við erum að greiða með hlutafé, handbærufé og lánsfé. Eins og hefur komið fram að þá leggur stjórnin til að það verði ekki greiddur arður heldur að við nýtum það handbærufé sem við erum með í þessu kaup. Og við erum að gera ráð fyrir 7,3 til 8,3 milljörðum í nýjar lántökur og það veltur á því auðvitað hvernig árangurinn hjá Olís er á rekstrarárinu 2017, hversu hátt þetta verður. En við teljum í raun að við séum með heilbrigðan efnahagsreikning þrátt fyrir þessi kaup. Við erum að reikna með vaxtaberandi skuldum upp á 20 milljarða í heild. Það þýðir í rauninni miðað við þá reikninga sem ég sýndi ykkur, sem eru reikningar síðasta árs, að við erum með vaxtaberandi skuldir sem hlutfall af EBITDA 2,1 til 2,2. Við erum að gera ráð fyrir 3 milljarða lántöku vegna lyfju núna á haustmánuðum þegar að vera gengið frá því. Og síðan 4,3 til 5,3 öðru hvoru megin við áramótin og það fer eftir hvernig gengur að koma þessum málum og losa alla þá fyrirvara sem eru. Það hefur einnig komið fram að við höfum tilkynnt að við viljum taka til skoðunar að selja heilsu út úr lyfju. Það er rétt að það komi fram og bara við rifjum það upp að Hagar áttu lyfju á sínum tíma.
Eina breytingin á lyfju frá þeim tíma sem að við áttum félagið kaup á heilsu og við teljum í sjálfu sér ekki endilega best að við eignumst það félag og höfum þess vegna gefið þetta út. Það eru nú þegar nokkrir áhugasamir kaupendur þetta félag og við teljum að það sem eftir stendur það falli betur að okkar rekstri. Það hefur ekki verið tekið tillit til þess sölu andvirðis heilsu í þessum gögnum sem hér eru en þetta til skoðunar hjá okkur og verður á næstu vikum og mánuðum. Nú, það áherslubreyting hjá okkur í arðgreiðslustefnunni og ég taldi rétt að setja hana upp en það fyrst og fremst við vorum með part af arðgreiðslustefnunni með lánarhlutann að við værum að greiða niður lán og ætluðum ekki að greiða meira að sinni. Við teljum eftir þessar fjárfestingar sem við erum að fara í og nýjan efnahag hjá okkur eftir að sá samruni gengur í gegn að það væri rétt að taka þann hluta út. Við erum ekki að breyta þeim markmiðum að greiða arð þó við séum að gera þessa undantekningu í ár. Við teljum einfaldlega að þessi 2 stóru verkefni sem við erum með núna kalli á það að við nýtum þessa fjármuni sem við erum með í þessar fjárfestingar en að ári að þá sé sú stefna sem við höfum framfylgt og verið með að hún taki aftur við. Nú síðan ætlaði ég bara rétt að minna ykkur á að við erum í forystu í átaki fjölnotapoka. Þetta mikið umhverfismál og samfélagsmál. Bónus og Hagkaup hafa verið leiðandi á þessu sviði og hafa selt yfir 300.000 fjölnotapoka á undanförnum árum. Bónus og Hagkaup hafa verið aðilar að pokasjóði verslunarinnar. Það ekki allir þar inni en þessi sjóður hefur að núvirði frá upphafi úthlutað líklega 2,5 til 3 milljörðum króna í góðgerðarmál. Stærstu málin eru umhverfismál. Það uppgræðsla meðal annars undir Hafnarfjalli, Hólsfjöllum, Haukadalsheiði og víðar. Það hafi verið styrkt mannúðarsamtök víða og ekki síður hafi verið keypt tæki og annað fyrir heilbrigðisstofnanir landsins og spítala. Þannig að þessu átaki var hleypt á stað í gær og ég veit að bæði innan Hagkaups og Bónus að þar mikill vilji til þess að bjóða valkosti í fjölnotapokum. Það alveg ljóst að við erum ennþá með það verkefni að koma vörunum heim og við gerum það ekki án þess að vera með einhverja poka. Þannig að þetta mun taka einhver tíma en ég held að sé komið að þeim tíma að þetta gerist á mjög skammum tíma. Þannig að þetta var nú svona það sem ég ætlaði að fara yfir og ef það engar spurningar þá bara takk fyrir. Sko í verslunarrekstri hjá okkur að þá má segja að það nánast jafnt Hagkaup og Bónus, það 40.000 fermetrar á hvora keðju. Þannig að þetta töluvert hátt hlutfall af því sem við erum með í rekstri. Það sirka 5 stig frá Lyfju og Bónus. Í fermetrum? Ég ekki með það á taktinum, það náttúrulega eru allt aðra stærðir í hverri verslun, sko. Það bara, já, veistu, ég ekki með það, sko. Ég ekki með það. Kannski varðandi kaupin á Lyfju og Ólís, kannski bara fyrsta, þetta stand-alone, myndir að segja að það væru góð kaup og hvar eru tækifærin í að bæta afkomu í sameinuðu félagi? Og
Og ég held að það sé mikilvægt að einmitt það komið fram að fjárfestingarnar sem slíkar standa undir sér að okkar mati fyllilega einar og sér. Auk þess, ég hef ekki farið út í það að segja hvað samleiðin er í krónum með aurum, en það er alveg ljóst að það er veruleg tækifæri í þessum kaupum. Skerðu það í fækkun fermetra eða fækkun stöðugilda eða einhverju annarri kostnaðarhagræðingu? Sko, ég held að staðsetningar og smásölu tækifærin séu það sem við horfum fyrst og fremst á, en þar fyrir utan eru fjölmörg önnur tækifæri. Getur eitthvað talað hérna, og talar um kostnað sem fylgir því að loka og opna verslunum? Hefur einhverjar svona tölulegar upplýsingar hvað þetta getur talið mikið eins og í e-bytunni og annað? Nú er þetta margar verslanir sem að hafa verið lokað og breytt og opnað á síðasta ári. Þessi skuldbindingar umfram lok leigutíma? Þetta er sko, ekki að segja, það fer eftir umfangi þeirra verslanir sem við erum að loka. En það er alveg ljóst að núna eins og í Kringlunni það eru stöðugildi, ég myndi segja kannski 15 stöðugildi, sem við erum að halda umfram það sem við þyrftum í einhverja mánuði. Í Debenhams þar vorum við að semja við fólk það að vinna fram á síðasta dag, borga einhverja aukamánuði fyrir það. Það voru 20 manns. Þannig að þú veist, þetta er ekki mörg hundruð milljónir, en þetta telur allt. Aðeins það var skuldirnar, eins og ég skil rétt þá er þetta ekki yfirtekna skuldir, heldur þetta að gefa út nýjar skuldir samhliða kaupmannahöfum? Já, þetta eru bæði yfirtekna skuldir og nýjar. Nýju skuldirnar eru það sem ég er að segja hér 7,3 til 8,3. En síðan eru þar fyrir utan yfirtekna skuldir sem að gera það að verkum að við erum að lenda í þessum 20 milljörðum. Hvernig er þetta svona framtíðarandi endurfjármagna? Við munum fara í þá vinnu og endurfjármagna samhliða þessu verkefni. Ekki stefna hvað það var bara? Við erum bara að skoða valkosti. Kannski ég má bæta við, varðandi þróun kostnaðar og kannski launakostnaðar sérstaklega á seinni hluta ársins. Það er þyngri sem hlutfall af veltu og kannski einhver skýring af því kannski óðalega fjölmikill fjöldi í kringum lokanir á verslunum, en eigi það séu virðist manni sem að það sé eitthvað erfiðara núna í núverandi árferði að velta kostnaðarhækkunum út í verðlagið. Hvernig meturðu svona þá stöðu í dag? Ég held að það sé alveg ljóst að það er rétt hjá þér að það er erfiðara að velta kostnaðarhækkunum út í verðlag. Það sem við erum líka að horfa á, það er að vinna í sikkura áttina kostnaðarhækkanir og hins vegar að vera með vöruflokka í veltuminnkun. Þetta eru risastórir vöruflokkar í innflutningi sem eru bara að lækka í verði. Og meðan þú ert með, þó það sé ekki háverðbólga, þá eru vísitölusamningar í leigu, það eru kostnaðarhækkanir í launum og annað sem að þjónustu. Að þetta er að vinna í sikkura áttina sem gerir það að verkum að hlutföllin okkar, að það er erfitt að eiga við þau. Það er bara svoleiðis. Við höfum ekki gefið upp sundurliðun. Það sem við gefum upp hér að það er í rauninni það sem við segjum. Við erum að skýra bara niðurstöðuna eins og hún er. Við höfum ekki sagt hvað gerist innan hagkaups sér eða bónus sér eða með einstakar verslanir og það er fyrst og fremst bara samkeppnismál. Afskriftirnar eru þarna, það er aukningu upp á 500 milljónir. Við erum með afskriftir sem tengjast þessum lokunum sem eru milli 300 og 400 milljónir líklega í heild.
Og hluti af því auðvitað að við erum að endurnýja eins og búðina hérna niðri, alveg frá grunni. Þannig að hlutir sem að voru þar inni að við ákveðum að taka það út frekar heldur en endurnýta. Þannig að það er partur af því. Ég ætla að nota tækifæri hérna og þakka samstarfsfólkinu hérna fyrir frábært ár hjá okkur. Fyrst það er ekki hérna mikið fleiri spurningar sko, ef það er einhverjar ein, tvær í lokin, en ég held að við auðvitað bara erum að undirbúa okkur undir framtíðina, ég kannski svaraði því ekki. Það munar það að vera með hagkvæmari einingar. Það er breytt samkeppnisumhverfi og það þýðir bara ákveðnir vöruflokkar að þeir eru ekki að seljast á sama stað þeir voru að seljast á fyrir 10-15 árum. Við erum með könnun frá því fyrir áramótin þar sem að verslun erlendis er enn að aukast. Þannig á Íslandi í dag er meira heldur en önnur hver flík keypt í útlöndum. Þannig að þetta fór mikið upp eftir hrun, gekk aftur tilbaka en undanfarið þá eru bara aukin ferðalög. Breyttar innkaupavenjur gera það að verkum að þessi markaður hefur tekið verulegum breytingum. Og það má segja að þessar aðgerðir eru auðvitað fyrst og fremst bara til þess að aðlaga okkur að þessum breyttu forsendum. Heyrðu, ég sé að hérna þið þurfa að fara að vinna, þannig að ég þakka fyrir kærlega. Gjörðu svo.